sem lítur nýjan dag á jörðu hér. Elsku litli fugl, ég lofa þér að láta sönginn aldrei þagna í brjósti mér. Og þegar vetur karlinn kólgu skýjum og köldum vindi blæs heiminn geim, litlum sálum vörn í vængjum hlýjum sem vernda allt það dýrmætast í þeim. Og alltaf sólina við sjáum, í sorg og gleðir hollt að muna það. Því eilíf hún ástin sem við fáum frá yndislegum vini hjartastað. Ó, litli fugl, þinn boðskap hvert barn sem lítur nýjan dag á jörðu hér. Elsku litli fugl, ég lofa þér að láta sönginn aldrei þagna í brjósti mér. Ó, litli fugl, þinn boðskap hvert barn sem lítur nýjan dag á jörðu hér. Elsku litli fugl, ég lofa þér að láta sönginn aldrei þagna í brjósti mér. Góðu vinir, komið öll sæl og blessuð. Við leggjum þessa stund í Drottins hendur. Við signum okkur og segjum í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Og förum saman með bæn séra Hallgríms. Vertu Guð Faðir, Faðir minn, í frelsarans Jesú nafni. Hönd þín leiði mig út og inn, svo allri synd ég hafni. Nú, kæru vinir, Guðspjallið sem að ég les hér fyrir ykkur í dag geymir þekkta sögu sem að alltaf gott að rifja upp reglulega og hugleiða. Lögvitringur nokkur sté fram, vildi freista Jesú og mælti: Meistari, hvað á ég að gera til þess að öðlast eilíft líf? Jesú sagði við hann: Hvað ritað í lögmálinu? Hvernig lest þú? Hann svaraði: Elska skalt þú Drottinn Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni, öllu mætti þínum og öllum huga þínum og náunga þinn eins og sjálfan þig. Jesú sagði við hann: Þú svaraði rétt, ger þú þetta og þú munt lifa. En lögvitringurinn vildi réttlæta sjálfan sig og sagði við Jesú: Hver þá náungi minn? Því svaraði Jesú svo: Maður nokkur fór frá Jerúsalem ofan til Jerikó og féll í hendur ræningjum. Þeir flettu hann klæðum og börðu hann, hurfu brott síðan og létu hann eftir dauðvona. Svo vildi til að prestur nokkur fór ofan sama veg og sá manninn en sveigði framhjá. Eins kom og Leviti þar að, sá hann og sveigði framhjá. En samveri nokkur var á ferð, kom að honum, og hann sá hann, kenndi hann í brjóstum hann, gekk til hans, batt sár hans og hellti í þau viðsmjöri og víni. Og hann setti hann á sinn eigin eign, flutti hann til gistihús og lét sér annt hann. Daginn eftir tók hann upp 2 denara, fékk gestgjafanum og mælti: Lát þér annt hann, og það sem að þú kostar meiru til, skal ég borga þér þegar ég kem aftur. Hver þessara 3 sýnist þér hafa reynst náungi þeim manni sem féll í hendur ræningjum? Hann mælti: Sá sem miskunnarverkið gerði á honum. Jesús sagði þá við hann: Far þú og ger hið sama.
Í Jesú blessaða nafni. Amen. Þá var mikil ólga í heiminum okkar og það var mikið rætt stríð og frið, réttlæti og ranglæti. Heimurinn skiptist í 2 áhrifasvæði milli Bandaríkjanna og Sovétríkjanna gömlu og margir óttuðust að gripið yrði til gjöreyðingar vopna. Þetta var tímabil mikils ótta. Víetnamstríðið stóð líka yfir, hræðilegt stríð sem bitnaði öðru fremur á bláfátæku, alþýðu fólki. Og réttindabarátta svartra stóð sem hæst í Bandaríkjunum og svo var mikil umræða meðferð hvíta minnihlutans í Suður-Afríku á hinum svarta meirihluta sem var án allra mannréttinda. Prestar voru nokkuð áberandi í þessari mannréttindabaráttu. Martin Luther King og Desmond Tutu komu við sögu og stigu fram sem fulltrúar sinna kirkna og voru öflugir málsvarar, sáttar og fyrirgefningar. Stúdenta uppreisnir voru líka tíðar á Vesturlöndum á þessum tíma vegna þess að unga fólkið hafði skoðanir á því sem var að gerast í veröldinni og vildi sjá fallegri og réttlátari veröld. Hipparnir komu fram og sungu frið á jörðu og gerðu Jesú að súperstjörnu. Mér óhætt að segja að öll þessi ólga í heiminum hafði talsvert mikil áhrif á það að ég tók ákvörðun það að fara í guðfræði nám og gerast prestur. Í mínum huga var Jesú og allt sem hann stóð fyrir svo afdráttarlaus krafa réttlæti og frið á þessari jörðu og undir merki hans vildi ég starfa. Hann hafnaði valdi hins sterka og stóra. Það reis upp gegn þeim sem beittu ofríki og ofbeldi. Hann setti hins vegar smælingjana á stall og benti á börnin og sagði að þeirra væri himnaríki. Hann hóf konur til vegs og virðingar og reis þannig upp gegn karlavaldi þessa tíma. Sagan af því að bjargar hinni hórsekku konu til dæmis alveg mögnuð. Sá yðar sem syndlaus kasti fyrstu steini á hana, sagði hann kallana. Hann setti fram magnaðar hugmyndir að kærleikurinn gæti orðið umbreytandi afl í veröldinni, svo framarlega sem hver og einn reyndi að tileinka sér hugarfar, elskusemi og umhyggju. Dæmisagan góða samverjan
eða miskunnsama samveran, talar þar skýrustu máli, en þar svarar Jesús spurningunni: hver er náungi minn? Hvar liggja mínar skyldur? 5 ára nám í guðfræði sannfærði mig enn betur það að boðskapur Jesú Krists væri svo sannarlega þessi róttæka, kærleiks- og mannréttindakrafa sem að heimurinn okkar þyrfti svo sárlega á að halda. Mín lokaritgerð fjallaði beint þetta efni, hvernig kærleikskrafa Jesú, boðið að elska náungan, mótar sjálfkrafa hugmyndir þjóðfélagslegt réttlæti og hve mikilvægt því að standa stöðugt vörð þennan boðskap. Hugmyndir okkar réttlæti mótast jú af þeim siðferðilegu meginreglum sem verða ofan á hverjum tíma, hvað sem það fyrir áhrif frá Jesú eða einhverjum öðrum. Við þurfum því að svara því hvernig við viljum að okkar siðferðis- og réttlætis hugmyndir mótist. Viljum við hafa Jesú Krist inn í þeirri mynd? Hugmyndin réttlæti og góða siði eitthvað sem við verðum að skoða og velta fyrir okkur í heimi sem alltaf að breytast. Og sífellt koma ný málefni til umræðu sem við þurfum að taka afstöðu til. Við þurfum því alltaf að vera á verði til þess að glata aldrei því sem að áunnist hefur í réttlætis átt. Þess jú mörg dæmi að öfgaöfl hafi náð yfir höndin í siðuðum ríkjum og náð að kollvarpa því sem að áunnist hefur. Þýskaland nasismans dæmi þar Ef við viljum áfram búa við það að kærleiksboðskapur Jesú og hans lífsspeki móti okkar viðhorf til réttlætis, þá verðum við að halda boðskap hans hátt á lofti. Já, umræðan réttlæti umræða sem aldrei má hljóðna. Sem dæmi það hvernig hlutirnir breytast það að þegar ég var að alast upp þá var nánast engin umræða réttindamál samkynhneigðra. Samkynhneigt fólk var í felum og líðan þeirra var iðulega skelfileg og það var mikið ofbeldi í gangi. Og ekki var umræðan lengra komin en svo að þegar ég byrjaði sem prestur, þá hefði ekki hvarflað að mér að ég ætti eftir að gefa 2 karlmenn eða 2 konur saman í hjónaband. Það hef ég nú fengið að upplifa í nokkur skipti, mér til mikillar gleði, ekki síst þegar uppkomin fermingarbörn mín hefur verið að ræða. Ég hef verið spurður að því hvort ég hef ekki verið að brjóta gegn einhverjum textum í Biblíunni með slíkum gjörningi. Það má vel vera. Ég hef líka bent á það að ég trúi ekki á bókstafi, heldur trúi ég á kærleikann, eins og hann birtist mér í boðskap Jesú. Kærleikann eins og hann birtist svo víða í Biblíunni. Anda kærleikann sem að hvetur okkur til að taka afstöðu til þess sem að gerast í kringum okkur af ást, mildi og umhyggju. Sveinn Björnsson, fyrsti forseti Íslands, upplifði margt sína daga. Hann orðaði þetta allt svo vel hann sagði boðskap Jesú fyrir 70 árum síðan. Ef við tileinkuðum oss meira af kjarna kristindómsins, þá myndi ferill mannkynsins ekki sýna eins miklar sjálfskipaðar hörmungar og raun ber vitni. Við þurfum að tileinka oss meiri sanngirni, meira umburðarlyndi, meiri góðvild, meiri mildi. Við þurfum að læra að bera meiri virðingu fyrir skoðunum hvers annars, þótt oss greini á, en ætla oss ekki að dæma þær á það einir. Það trúa mín að þau vandamál séu fá sem ekki hægt að leysa með góðvild og gætni, sagði þessi lífsreyndi leiðtogi okkar á sínum tíma. Amen. Blítt þér vil ég
Góðu vinir, við skulum sameinast í bæn. Kærleikans Guð, vert okkur nærri við nálgumst þig. Umvef okkur englum þínum, lát ljós þitt lýsa upp tilveru okkar. Við leggjum í þínar hendur þau öll sem við eigum sárt að binda. Blessa þú börnin í samfélagi okkar, fjölskyldur og framtíð alla. Blessa þau sem eldri eru og búa við einangrun vegna ástandsins í samfélagi okkar. Blessa þau sem glíma við einangrun vegna sjúkdóma og þau sem sækir að einsemd. Gefa þau megi öll skynja nærveru þína. Blessa þú heilbrigði starfsfólk og viðbragðsaðila, styrk þau í þjónustu sinni. Blessa þú nágranna okkar nær og fjær og þau sem glíma nú við válynd veður. Blessa þú forystufólk okkar, bæjarstjórn, ríkisstjórn, ráðherra alla, geð þeim visku og dug. Og blessa þú þjóðir heims þegar þau standa frammi fyrir fordæmalausum verkefnum, miðlaðu málum og greið samtakamætti braut. Blessa þú okkur öll sem að hér sameinumst í þínu nafni í gegnum þennan miðil. Amen. Þetta litla ljós sem logar innst getur slokknað þegar varir minnst, því ég gleymi allt of oft. Þetta bjarta bros sem verum við